Heitavatnsskortur gæti verið yfirvofandi á Suðurnesjum nú þegar hætta talin á að hraun farið að streyma yfir varnargarðana við Svartsengi og Bláa lónið. Verktakar vinna í kappi við tímann. Formaður Læknafélags Íslands segir að reynt verði til þrautar helgina að ná samkomulagi í kjaradeilu félagsins við ríkið. Verkfall lækna á að hefjast eftir rúman sólarhring. Sænsk yfirvöld grunar að kínverskt gámaskip hafi skemmt 2 sæstrengi á Eystrasaltinu í vikunni. Lögregla vill komast borð til að rannsaka skipið sem var kyrrsett fyrir helgi í Danmörku. Yfir 50 listamenn í vinnustofum í gamla Tunnuhúsinu við Ægisgötu í Reykjavík segja hugmyndir að opna hótel í húsinu vera misráðnar. Borgarráð hefur ákveðið að þar verði gistiþjónusta. Þeim fer fækkandi beitningarmönnunum sem handbeita upp á gamla mátann. Við kíkjum inn í beituskúr á Borgarfirði eystra í fréttatímanum. Gott kvöld. Íbúar á Suðurnesjum þurfa að búa sig undir hugsanlegan heitavatnsskort þar sem eldgosið farið að ógna innviðum verulega. Verktakar vinna í kappi við tímann við að hækka varnargarðana við Svartsengi. Hraunkæling hefst að 9 í kvöld. Staðan er bara mjög viðkvæm hérna. Hraunið meira og minna í hæð við varnargarðinn og aðeins neðar í raun og veru hærra, þannig að það má ekki mikið út að bregða. Verktakar keppast við að hækka varnargarðana við Svartsengi áður en hraun byrjar að streyma yfir þá. Hraunið hefur nú þegar jafnað varnargarðana í hæð og ógnar því mikilvægum innviðum innan þeirra, þar með talið innviðum sem færa öllum íbúum og atvinnulífi á Suðurnesjum heitt vatn. Allar aðgerðir bara miða að því að verja þetta svæði að varnargörðunum, bæði hækkun og það er verið að verja hérna þá æðina hérna innan við, kæmi til þess að myndi leggja yfir og síðan hraunkælingateymið að stilla upp hérna líka svona samhliða þessu. Þá hefur verið unnið að því að styrkja undirstöður rafmagnsmastra Landsnets í Svartsengislínu. Eldgosið hefur ekki haft áhrif á afhendingu, hvorki á heitu vatni né köldu eða rafmagni, en íbúar á Suðurnesjum eru beðnir að fara sparlega með heitt vatn og vera viðbúnir skorti. Það var mikið að vera þegar fréttastofa kom á svæðið í dag, mikill mannskapur og unnið hratt. Það bara töluvert pressa á þessu og bara mikilvægt að fylgja þessu þétt eftir hérna. Það bara mikið magna hraunir sem liggur hérna utan við. Við vitum svo sem ekkert hvaða stefnu það tekur og gosið hefur ekkert verið að gefa neitt sérstaklega mikið eftir, þannig að við bara fylgjum þessu mjög þétt. Kristinn Harðarson, framkvæmdastjóri hjá HS Orku, við sáum þarna myndir sem voru teknar í dag. Hver er staðan akkúrat núna? Staðan í orkuverinu í sjálfu sér mjög góð og þar er heitavatnsframleiðsla alveg stöðug, þó svo að rafmagnsframleiðsla þar liggi niðri og afhending á heitu vatni, hún gengur eðlilega á lögninni sem er núna undir hrauni og þær varnir sem þar voru settar hafa virkað fullkomlega, þannig að afhending bæði á heitu og köldu vatni gengur í raun og veru alveg eðlilega fyrir sig. Er enn að safnast ofan á þessa lögn sem var fergjuð? Já, það er náttúrulega enn eldgos í gangi og það sígur þarna niður og fer þarna yfir þetta svæði og byrjað að byggjast þarna aðeins upp við varnargarðana og staðan kannski eðlilega aðeins viðkvæm af þeim ástæðum. Ef að hraunið fer þarna yfir þessa varnargarða, hvaða innviðir eru þá í mestri hættu? Njarðvíkuræðin liggur þarna fyrir innan garð einnig og það hafin vinna við það að koma þeirri lögn einnig í jörðu og þannig að ef það fara að koma svona spýjur þar yfir þá verður sú lögn varin en svo auðvitað orkuverið sjálft þar lengra en það er svolítið langt í það. Það er ekki bráða áhyggjur af orkuverinu sjálfu eða hvað? Nei, orkuverið sjálft í raun og veru, varnargarðarnir hafa virkað fullkomlega eins og þeir voru hannaði til fyrir þetta fyrsta áhlaup, svo almannavarnadeild ríkislögreglustjóra á fullu að undirbúa að koma upp hraunkælingunni og allt kapp verður lagt á það að verja orkuverið og tryggja órofna starfsemi þess. Ef það verður íbúar á Suðurnesjum missa heitt vatn, getið þið áætlað hversu lengi þið eruð að koma þessu aftur á? Við höfum undirbúið það að
eitthvað óvænt gerist og okkar varnir virka ekki og þá helst þá ef við missum lagnirnar eitthvað staðar í sundur og við eigum tiltækt viðgerðarefni og vinnuflokka sem munur ráðast í það að laga lagnir þá aftur hratt og vel eins og gert var í febrúar síðast. Kristinn Harðarson, takk fyrir að koma. Takk. Grindvíkingar eru bognir eftir endurteknar hamfarir og finnst þeir sviknir af stjórnvöldum. Þeir skiptast í fylkingar eftir því hvort þeir ætla að snúa aftur heim eða ekki. Fyrirverandi ríkisstjórn, hún sá til þess að við öll þurftum að flýja Grindavík. Hún braut á okkur. Fyrirtæki hafa ekki starfað hérna. Það er búið að loka bænum. Þetta er lögbrot. Íbúar Grindavíkur funduðu í dag með frambjóðendum allra flokka í Suðurkjördæmi. Fundurinn var tæplega 3 klukkustundar langur og ljóst að fólki lá mikið á hjarta. Ef ég væri í framboði núna, þá myndi ég skammast mín. Þetta er stærsta náttúruhamför Íslands í sögu Íslands. Og þeir verða afsaka, mér er alveg saman hvað ég sé leiðilegur, það er búið að fara illa með okkur. Fasteignafélagið Þórkatla sætti nokkur í gagnrýni sem og nýr hollvinasamningur félagsins við íbúa. Nú við boðið að borga hita og rafmagn af húsnæðinu og borga 30.000 kr. eingreiðslu til að hugsa húsið mitt. En samt voru teknar af með 5%, ég líti þannig að það var teknar með 5% af kaupverði til að akkurat standa undir þessu kostnaði. Þannig hvað verður þessi 5%? Mér finnst ekki hafa gerst mjög mikið hérna undanfarna mánuði, síðustu mánuði. Og nauðsynlegt að fara í svona margháttaðar aðgerðir og flóknar í framhaldinu til þess að koma okkur alla leið í þessum málum. Grindvíkingar skiptast í fylkingar þegar kemur að því að flytja aftur í bæinn eða ekki og ágæti þeirra aðgerða sem almannavarnir hafa gripið til eftir hamfarirnar. Mér finnst við hafa bara verið á röngum stað á vitlausu tíma. Það nú frekar verið átt að vera einhvers staðar á Suðurlandinu að snappa atkvæði heldur en að vera þærlast hérna. Ég held að fá ekki mörg atkvæði hjá Grindvíkingum. Fólk var þó sammála að setja andlega heilsu í forgang. Maður var mjög boginn, eftir 10. nóvember og þetta smá kemur, ég er á réttri leið held ég, en alls ekki komin á sama stað og ég var fyrir 10. nóvember. Maður finnur alveg að maður er að koma úr hamförum. Þetta er bara drull erfitt. Mikið erfiðara heldur að maður svona átti von á. Það finnur að líka að Grindavík er mjög svona samhaldið samfélag sem kannski svona ítir undir það hversu erfitt það er að þurfa svo hugsanlega að fara. Já. Hvernig svona líður ykkur með? Okkur líður alveg skelfilega að fara. Við erum bara vonast til að komast hérna næsta sumar og geta verið hérna. Og þá ætlum við að halda áfram að segja ykkur fréttir af því sem er að gerast á Reykjanesskaganum. Undirbúningur til að hefja staðið yfir í dag. Undirbúningur til að hefja hraunkælingu hefur staðið yfir í dag. Verið er að útbúa nýjar lagnaleiðir svo hægt sé að koma á vatni á svæðið. Eins og sést á þessum myndum sem Stefán Jón Ingvarsson er að senda okkur núna frá Svartsengi í beinni útsendingum. Það þarf að leggja í jörðu svo að þær séu ekki fyrir öðrum vinnuvélum. Helgi Hjörleifsson hjá Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins sem stjórnar aðgerðunum segir að hraunkælingin hefjist líklega seint í kvöld. Þessari aðferð hraunkælingu var beitt í gærkvöldi til að verja rafmagnsmöstur Svartsengislínu fyrir hraunrennsli en þá gekk erfiðlega að fá vatn á svæðið. Við sýnum ykkur nánar frá þessum aðgerðum á vefnum og eins og þurfa þykir. Og þá förum við yfir í önnur mál. Ekkert samkomulag liggur fyrir í kjaradeilu lækna og ríkisins. Formaður læknafélagsins segir að reynt verði til þrautar helgina til að ná samkomulagi til að afstýra verkfalli sem á að hefjast eftir rúman sólarhring. Ríkissáttasemjari hefur sett fjölmiðlabann í kjaradeilu kennara. Samninganefndir Læknafélags Íslands og ríkisins mættu til fundar í húsnæði ríkissáttasemjara í morgun, 20. daginn í röð. Eitt helsta viðfangsefni hefur verið að finna leiðir til að draga úr vinnu álagi lækna. Viðræður hafa gengið vel en formaður Læknafélagsins segir þó ekki hægt að útiloka að til verkfalls komi eftir rúman sólarhring. Við viljum öll afstýra þessu verkfalli ef mögulegt er en ég held að fólk verði samt að gera ráð fyrir því að það geti skollið á aðfaranótt mánudags. Hvernig mun fólk finna fyrir þessum verkfallsaðgerðum? Það verður öll öryggismönnun tryggð. Við erum að manna þá meðan á verkfalli stendur eins og við gerum helgar. Þannig að það verður allri neyðarþjónustu sinnt og öryggissjúklinga ekki ógnað.
En svona rútínu þjónusta mun riðlast. Ég held að fólk geti gert ráð fyrir því, bókaðir tímar og annað. Og það kemur í raun fram bara hverri stofnun fyrir sig á mánudagsmorgun ef af verkföllum verður. Samninganefndir kennara og viðsemjenda þeirra funduðu líka með ríkissáttasemjara í dag. Viðræður hafa gengið hægt og ekkert samkomulag í sjónmáli. Deilendur ætla þó að funda áfram á morgun. Kennarasambandið lagði í gær fram tilboð að aflýsa verkföllum á 4 leikskólum sem hafa staðið frá 29. október gegn því að sveitarfélögin greiði laun þeirra starfsmanna sem voru í verkfalli. Samninganefnd sveitarfélagana hefur gagnrýnt þetta tilboð og telja má ólíklegt að það verði samþykkt. Kennarar hafa boðað áframhaldandi verkfallsaðgerðir. Næstu verkföll eiga hefjast á mánudag í Garðaskóla í Garðabæ, Árbæjarskóla í Reykjavík og Heiðarskóla í Reykjanesbæ. Þessi verkföll eru tímabundin og standa til 20. desember ef ekki tekst að leysa deiluna fyrir þann tíma. 15 eru sagðir hafa verið drepnir í árás Ísraels hers á miðborg Beirút í nótt. Svo virðist sem skotmark hersins hafi verið háttsettur liðsmaður Hezbollah samtakanna. Borgarbúar vöknuðu með andfælum klukkan 4 í nótt þegar árásin var gerð. Hún var nokkuð þung, 8 hæða blokkin sem ráðist var á var jöfnuð við jörðu. Viðbragðsaðilar þustu á vettvang og við þeim blasti ærið verkefni. طبعا المنطقة سكنية متلاصقة الشوارع ضيقة في صعوبة بهاي الحالة. Ísraels her varaði ekki við árásinni áður en hún var gerð eins og oft raunin. Það og harka árásarinnar þykir benda til þess að skotmarkið hafi verið einhver háttsettur Hezbollah-liði. Aðferðafræðin svipuð því þegar aðrir háttsettir meðlimir hafi verið drepnir. Ísraelar drápu einn talsmann samtakana á mánudag og Hassan Nasrallah leiðtoga til áratuga í lok september. Ekki hefur verið opinberað hverjir voru drepnir í árásinni í nótt og töluverða líkur með að teljast á að saklausir Líbanir hafi verið þeirra á meðal. Árásir Ísraela á Beirút héldu svo áfram í morgun og í dag. Reyk lagði yfir borgina í dagrenningu. Sprengjuárásir eru orðnar að daglegu brauði í Líbanon eftir að Ísraels her beindi sjónum sínum í auknum mæli að Hezbollah fyrir nokkrum vikum. Myndskeið náðist af þessari árás í gær. Og hérna sést vel hve mikill eyðileggingarmátturinn Sænska lögreglan skoðar hvort hægt sé að fara borð í kínverskt fraktskip sem hefur verið kyrrsett í Danmörku. Áhöfnin grunuð að hafa slitið 2 sæstrengi í Eystrasalti í sundur. Strengirnir tveir liggja hér, annar á milli Svíþjóðar og Litáen og hinn milli Finnlands og Þýskalands. Þeir slitnuðu fyrir vikunni og líklegt þykir að Kínverjum séu að kenna. Kínverska gámaskipið Yipeng 3 var á ferli í kringum strengina þegar þeir slitnuðu. Skipið var kyrrsett í Danmörku fyrir helgi och till skoðunar hvort hægt sé að fara borð til að rannsaka. Vad skulle du säga att en option också är att borda fartyget? Ja, det beror ju på då naturligtvis. Bordning av fartyg är ju en våldshandling helt enkelt och där måste vi ha då också de juridiska förutsättningarna med oss. Einnig erfitt að kyrrsetja skip til lengri tíma nema þá í samráði við skipstjóra og eiganda skipsins. Danskir sérfræðingar segjast geta séð á akkeri skipsins að það hafi verið notað til skemmdarverka. Sådan et anker, hvis det ramler ned i et undersøisk kabel, det vi taler om nu, et kabel som jeg så i aftes var 5 cm i diameter, så vil det anker utrolig nemt smadre sådan en kabel. Fullstændig. Kínversk yfirvöld segjast ekki hafa neinar upplýsingar skipið eða á hvaða ferð það hafi verið. Þau virði í hvívetna alþjóðalögum hafsvæði og mannvirki á hafi úti. 同时，我们也希望中国船只的正常航行权利和合法权益得到有。 Katrín Inga sem leigir þar situr í stjórn Myndhöggvarafélags Reykjavíkur og segir bygginguna einstaka. Hún fullkomin fyrir flókin og fyrirfara mikil listaverk. Það ekkert húsnæði hér á þessu svæði sem hentar jafn mikið fyrir listsköpun og nýsköpun. Og líka í ljósi þess að Myndhöggvarafélag Reykjavíkur hérna við hliðina og þar hægt að vinna verk á ýmsum verkstæðum. Í lok árs 2022 urðu hótelherbyggi í 101 Reykjavík í fyrsta skipti fleiri en 3000. Þá ítrykkaði borgarstjóri að borgin væri komin upp í þak varðandi ný hótel í miðborginni miðað við þá stefnu sem hafði verið ákveðin 4 árum áður.
Stjórnarmaður Sambands íslenskra myndlistarmanna spyr hvert borgin stefni verði þarna hótel. Og það rosalega sorglegt að sjá hús sem nýtt með þessum hætti, jafn lifandi og hýsir jafn marga listamenn. Eftir innrás Rússa í Úkraínu vöktu tortryggilegar ferðir rússneskra herskipa íslenska landhelgi athygli, eins og fjallað var í fréttaskýringaþættinum Kveik. Talið að þar hafi skipin verið að kortleggja innviði á hafsbotni. 3 sæstrengir halda uppi nærri allri netumferð á Íslandi. 1 liggur frá Skotlandi, annar frá Danmörku og sá nýjasti frá Írlandi. Gömlu tunnuverksmiðjunni við Ægisgötu í Reykjavík verður breytt í hótel verði tillaga eiganda hússins samþykkt. Mikil starfsemi listamanna og nýsköpunar í húsinu. Ægisgata 7 gamalt verksmiðjuhús frá fyrri hluta síðustu aldar og þar eru vinnustofur yfir 50 listamanna sem hafa leigt í húsinu í 2 ár. Borgarráð samþykkti í vikunni að auglýsa tillögu að húsnæðinu verði breytt í hótel og hostel. 40 sýningar hafa verið haldnar þar. Húsið 1400 fermetrar á 3 hæðum auk kjallara. Leigan 2,3 milljónir á mánuði. Fara undir hótelrekstur eða starfsemi í ferðamannaiðnaði á svæði sem virðist ekki vera neitt skortur á framboði á hótelrýmum. Tillagan mun innan tíðar fara í opið samráðsferli en Anna Rún segir staðsetningu húsins sérstaklega mikilvæga fyrir menningu í miðborginni og út á Granda. Þetta ótrúlega mikilvæg tenging í þessari menningaræð sem liggur hér frá miðbænum og út í Vesturbæ. 11 lið með rúmlega 30 keppendum eru skráð til leiks í gagnaþoni sem nú stendur yfir í Grósku í Háskóla Íslands. Keppendur fengu það verkefni að leggja mat á fyrirhugaða borgarlínu og hvort hægt sé að bæta hana með því að samnýta gögn og upplýsingar frá mismunandi stofnunum. Sigurlausnin verður kynnt á ráðstefnunni Íslenska gagnavistkerfið sem verður haldin á miðvikudag. Keppendur hérna í gagnaþóninu eiga að nýta sér gögn Hagstofunnar og síðan gögn landmælingar og gögn frá HMS til þess að koma með tillögu að betri eða mögulega betri borgarlínu. Leggja mat á það hvort að sú borgarlína þær áætlanir borgarlínu sem liggja fyrir hvort að þær séu góðar samkvæmt þeim gögnum sem við eigum og teljast til þessara virðisaunkandi gagna eða high value dataset sem eiga að vera í þessu opna og almenna aðgengi. Beituskúrum hefur fækkað við sjávarsíðuna en á Borgarfirði eystra enn handbeitt á gamla mátann. Hvati til að skapa störf við línurnar í landi fyrir minnkandi þar sem línuívilnun hefur dregist saman. Þegar ekki veður til að fara á sjó má nýta tíman til að yfirfara línurnar eða beita. Við lítum inn í beituplássið undir fiskverkun Kalla Sveins og hittum Dimitri en hann hefur verið á Borgarfirði í 3 ár og náð góðum tökum á beitningu. You need some practice before, yes. So at the first time it goes very slowly. Yeah, and little by little, day by day, you become a professional here. Ég vil gera þetta hérna upp á gamla mátan þar sem þetta handbeitt hérna og hefur líka verið hérna uppstokkað, þá það stokkað upp í landi og svo þriðja aðferðin að þessi vélbátar koma með beitningavélar og þá þetta yfirfarið í landi línan sko. Það liggur við að sé álíka mikil vinna að beita línuna eins og að fara með hann á sjóinn og róa því að þegar að rói var upp á hluta þá voru 4 kallar í útgerðinni og 2 að beita og 2 að róa. Þeir sem veiða á línu geta fengið línuívilnun eins konar kvótaauka gegn því að búa til störf í landi við beitningu eða að undirbúa línurnar fyrir veiðar. Línuívilnun hefur hins vegar verið minnkuð ár frá ári, var yfir 3000 tonn en komin niður í 800. Hún hefur náttúrulega nýst bara ágætlega undanfarin ára. Þetta hefur yfirleitt enst svona út fiskveiði árið en mér skilst að þetta verði snemma búið núna ef ekki verður bætt við. Línuívilnun hefur auðveldað smáum útgerðum að halda uppi atvinnu allt árið. Óvíst að þær fái sama ávinning úr öðrum byggðapottum sem hafa styrkt á kostnað línuívilnunar. Beitningin býr til atvinnu og Dimitri keppist við að hengja síldarbita eða smokkfisk á ynglana í bjóði eða bala númer 6. Sometimes we do a bit more, 8. It's just very good for us. Each bally have 437 hooks. That's the síðasta. Búinn.
Þá skulum við líta til veðurs. Norðanáttin hefur verið nokkuð hvöss á köflum í dag og náði meðalvindur yfir 20 metrum á sekúndu á nokkrum veðurstöðvum sunnanlands. Það herðir heldur á vindi í suðaustanlands á morgun en að öðru leyti verður veðrið svipað því sem var í dag. Theodór Freyr Hervarsson fer nánar yfir horfurnar næstu daga að loknum íþróttafréttum. Almar Ormarsson sér þær í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í körfubolta tapaði fyrir Ítalíu í undankeppni EM í gærkvöldi. Liðin mætast aftur á Ítalíu á mánudag og íslenska liðið er mætt út til æfinga. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta hefur keppni á Evrópumótinu eftir 6 daga. Liðið mætti Sviss í æfingaleik í gær þar sem loka sekúndan var áhugaverð. Og þá var keppt í enska fótboltanum á ný eftir landsliðspásu. Þetta og fleira í íþróttum handan við hornið. Þá skulum við rifja upp helstur atriði frétta. Heitavatnsskortur gæti verið yfirvofandi á Suðurnesjum nú þegar hætta er talin á að hraun farið að streyma yfir varnargarðana við Svartsengi og Bláalónið. Verktakar vinna í kappi við tímann og hraunkæling hefst í kvöld. Formaður Læknafélags Íslands segir að reynt verði til þrautar helgina að ná samkomulagi í kjaradeilu félagsins við ríkið. Verkfall lækna á að hefjast eftir rúman sólarhring. Sænsk yfirvöld grunar að kínverskt gámaskip hafi skemmt 2 sæstrengi á Eystrasaltinu í vikunni. Lögregla vill komast borð til að rannsaka skipið sem var kyrrsett fyrir helgi í Danmörku. Yfir 50 listamenn í vinnustofum í gamla Tunnuhúsinu við Ægisgötu í Reykjavík segja hugmyndir að opna hótel í húsinu misráðnar. Borgarráð hefur ákveðið að auglýsa tillögu að þar verði gistiþjónusta. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 í kvöld og vefurinn rúv.is er uppfærður allan sólarhringinn. Þessum fréttatíma er lokið, njótið helgarinnar og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Hraðfréttir, X24, Alþingiskosningar, seinni hluti. Hraðfréttamennirnir Benedikt Valsson og Fannar Sveinsson eru kallaðir út vegna alþingiskosninga til að hjálpa þjóðinni að velja sér nýtt þing og nýja ríkisstjórn. Þórólfur, hvað ætlarðu að kjósa? Slökkviliðshundurinn Firehouse Dog er fjölskyldumynd hundinn Rex sem er ein skærasta hundastjarnan í Hollywood. Þegar hann týnist, leitar hann skjólshús í sóðalegri slökkvistöð. Hann kynnist ungum dreng og saman ákveða þeir að hressa upp á slökkvistöðina og hefja hana til vegs og virðingar á ný. Perlur og svín, íslensk bíómynd frá 1998. Hjón sem eru nýflutt á höfuðborgarsvæðið ætla sér að verða rík í velferðinni í Reykjavík. Höfum það notalegt á aðventunni. Gerðu vel við þig og þína. Hagkaup.